En velkomin sem sagt. Hér eru Auður Alfa Ólafsdóttir, sérfræðingur hjá Alþýðusambandi Íslands, Jóhann Páll umhverfisráðherra sem að þið þekkið, Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar og Ragna Árnadóttir, forstjóri Landsnets. Velkomin aftur, Ragna, í orkugeirann. Ég veit að þið sjáu kannski eftir henni hérna, Jóhann Páll og Guðrún, af ykkar vinnustað, en við fögnum allir góðu fólki sem að kemur aftur heim í geirann. Frábært að fá þig. En mér langar að byrja, Guðrún, kannski á þér, af því að í erindum Hauks og Ríkards þá heyrðum við mjög skýrt ákall pólitíska stefnumörkun og framtíðarsýn og yfirskrift fundarins í hvað orkan að fara. Hún svolítið tvíræð, það annars vegar verið að tala það hvernig eigum við að forgangsraða, hver á að ganga fyrir, á einhver að ganga fyrir. Og hins vegar bara, þú veist, hvaða atvinnugreinar eiga að fá orku til þess að knýja vöxt og viðgang samfélagsins. Og maður langar líka að benda ykkur á, við reynum að hafa þetta fljótandi, við höfum hálftíma, það má, án þess kannski að vera að grípa fram í, ef þið bara gefið mér merki, ef þið viljið fylgja eftir einhverju sem sagt að þá reynum við að koma öllum að. Þannig að Guðrún, þessi þverpólitíska sátt eða samstaða grunnatriði orkustefnunnar sem búið að vísa í eins og hafi verið hér á árum áður, hún getur náttúrulega skipt grundvallarmáli til þess að koma málum áfram sem að hafa kannski verið föst í lengri tíma. Sérðu fyrir þér að það geti orðið í þessum málaflokki núna þegar við erum ekki að horfa bara á eitt kjörtímabil heldur langt fram í tíma, 35, 40. Sérðu fyrir þér að það geti gerst í þessu málaflokki og þá að hvaða leyti? Hvernig? Já, takk fyrir það, Þóra. Við höfum rætt hér samstöðu, þessa pólitísku samstöðu og ég held að það sé mjög raunhæft að það sé hægt að ná því í gegn og ég vil í því sambandi nefna að á síðasta kjörtímabili náði ríkisstjórnin að rjúfa kyrrstöðuna sem hafði verið þar mjög lengi og við erum mjög stolt af því að hafa fært núverandi ráðherra hér mörg góð mál, frumvörp og verkefni sem að við fögnum mjög því að við sjáum ekki annað en að hann sé að grípa þann bolta og ætla að halda áfram og það merki hvernig við getum unnið þvert á ríkisstjórnir og þvert á ný stjórnvöld sem koma til og á síðasta kjörtímabili sömuleiðis samþykktu við rammann og það hafi verið beðið eftir því í mjög langan tíma. Og við erum að bíða eftir núna ramma frá ráðherra og það mun ekki standa á stjórnarandstöðunni að styðja ráðherrann í öllum góðum málum sem miða því að framleiða meiri orku og það og ramminn var hugsaður sem slíkt verkfæri að hann myndi vera samþykktur inn í framtíð og myndi lifa af ríkisstjórnir. En síðan bara gerist eitthvað í því ferli og við vorum ég var ein af þeim sem talaði það að ramminn væri bara orðið ónýtt fyrirbæri og við þyrftum einhvern veginn að endurhugsa þetta allt saman upp og nýtt. En við bíðum spennt og eins og ég segi, það mun ekki standa á okkur. Takk fyrir það. Ég ætla að hleypa Jóhanni á eftir af því að hann fekk ávarpið þá þarf hann að bíða eftir að komast af. Auður, þú ert í rauninni hér sem, hvað maður að segja, fulltrúi almennings og kannski svona þessa almenna markaðar, af því að ég lít svo á svona samfélagslegt leyfi til athafna fyrir orkuvinnslufyrirtækin byggist á því að það náttúrulega hvernig afrakstrinum varið, það þarf að borga arð og skatta og bæði til ríkis og sveitafélaga, en það kannski ekki alveg nóg. Hvernig horfir þetta við þér, til dæmis það sem Haukur var að tala aðgreiningu þessara markaða, hvernig horfir þetta við þér og þínu fólki á Alþýðusambandinu? Já, það virkar. Já, ég vissulega fulltrúi almennings, en það ekki svo að hagsmunir almennings felist bara í lágu orkuverði til almennings. Heldur þetta samkeppnishæfni þeirra fyrirtæki sem hér starfa skiptir almenningu þetta gríðarlegu máli líka, en þessi fyrirtæki þetta færa okkur störf, þau skapa störf og þá eru þetta bæði að tala stórnotendur og lítil fyrirtæki, En við horfum á þetta sem gríðarlega mikilvægt mál, þessi skipting markaðarins í stórnotendur hins vegar og smærri fyrirtæki og almenning annars vegar. Smærri fyrirtæki
sko reiða sig þetta líka á þetta lága raforkuverð og þetta veitir þeim líka samkeppnisforskot. Og við tölum kannski að svo lítið það, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra var áðan að tala hvað heitir það, raforku, kaupmátt, einmitt. Og og þetta eitt af því fáa sem að við státum okkur af umfram aðrar þjóðir, bæði fyrir smáfyrirtæki og stór, þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að halda í. En svo verðum við að tryggja þetta að almenningur verði ekki undir í einhverju verðsamkeppni við stórnotendur og það auðvitað hætta á því, þannig að við auðvitað bara stjórnvöld bera auðvitað gríðarlega ábyrgð núna og við fylgjumst grannt með og vonum að stjórnvöld sjái sér bara flýti sér hægt og ráðist í þessar nauðsynlegu breytingar sem að þarf að ráðast í til þess að halda í þannan ábata sem að raforkukerfi hefur skilað okkur hingað til. Af því að við höfum búið við þetta góða raforkukerfi og vissulega ýmislegt að bæta, þar á meðal við getum aukið orkunýtni og svo þurfum að styrkja flutningskerfin, en þetta gott raforkukerfi og við þurfum bara að hanna umgjörna núna, þannig að við höldum í þann ábata sem að raforkukerfi hefur skilað okkur hingað til. Kæra þakki fyrir þetta. Ragnar, ég veit þú tiltölulega nýtekin við og kemur þarna kannski svolítið með fersk augu, hafandi verið aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar, svo ertu búin að vera í stjórnsýslunni og kemur inn bara fyrir skömmu síðan og Landsnet náttúrulega rekur annan á 2 viðskiptavettvöngum með raforku. Hvernig horfir þetta við þér? Já, takk fyrir boðið og gaman að vera hérna. Mörg kunnuleg andlit og önnur ný eins og gengur. En já, þegar við tölum raforkumarkaðinn, ég meina þetta mjög áhrifarík framsetning sem að Landsvirkjun hér með að spyrja okkur, viljið þið hafa hér saman í einum hóp, almenning, smærri fyrirtæki og stórnotendur. Þetta áhrifarík spurning vegna þess að hingað til höfum við ekki haft það þannig. Það eru í raun og veru skipting á þessum mörkuðum og það hefur verið eins og var bent á hér í upphafi. Það var uppbygging á orkukerfinu, á okkar raforkukerfi, fór fram einmitt í samstarfi og samvinnu stórnotenda, álvera og stjórnvalda. Þannig að við þurfum auðvitað að passa upp á það og það réttmætt ábending af hálfu Landsvirkjunar að spyrja þessu vegna þess að sögulega sem stærsti raforkuframleiðandinn þá og nú að þá munu mögulega einhverjir benda á Landsvirkjun ef að heimilin fara að vera hornreka og það gengur auðvitað ekki að gera það. Það sem ég vildi í raun og veru segja þessu að virkur raforkumarkaður það sem að mun þjóna okkur best en nákvæmlega hvar við lendum og hvernig hann lítur út. Við erum ennþá í þróun og það svo margt í þróun og þetta í raun og veru svo ótrúlega spennandi tímar akkurat núna að vísu áskoranir hjá stórum viðskiptavinum en það líka eftirspurn sem að fyrir 10-15 árum þá var það nú ekki alveg myndin þannig að ég heyrði að Ríkharður talaði að einhverju var að tala óendanlega eftirspurn. Ég hugsa, erum við komið þangað í orkugeiranum og atvinnulífinu að við bara lítum á það þannig að því það alls ekki þannig. En málið það að það þarf auðvitað og það sem að því að stjórnvöld eru hér og hér ákall til stjórnvalda, það að hér þarf að byggja upp orkuinnviði. Það þarf að byggja upp, við þurfum að auka orkuvinnsluna, það bara aukin orkuþörfin í framtíðina og það þarf líka að styrkja flutningskerfið. Og það það sem að snýra okkur, það orkaverkefni hjá Landsneti, þannig að það verður í raun og veru, það ýmsar vörður þar á leiðinni og það sem að við ætlum að gera núna á næstu mánuðum, við ætlum að skoða aðeins betur okkar áætlanir og finna út úr því hvernig hægt að gera þetta á raunhæfan hátt og halda því þannig að halda til dæmis Íslandi samkeppnishæfu að raforkumarkaðurinn geti haldið áfram að starfa á þeim forsendum sem að við kjósum að hann starfi á. En síðan erum við ekki náttúrulega komin út í þetta með leyfisveitingarnar og allt það, verður það ekki bara önnur umræða? Ég get ekki beðið, en ok. Já, við getum ekki haldið fund þar sem að forstjóri Landsnets og Landsvirkjun koma saman á þess að minnast á leyfisveitingar held ég. En hörður, mér langar, af því að ég held nú að þú hefur bara sagt það sjálfur að fólk væri mögulega orðið þreytt á því að heyra þig tala raforkuöryggi þegar það komið ekki við. Það sé ekki lengur hlutverk Landsvirkjunar þannig að þú eigi bara að fara að slappa af. Mér langar bara til þess að biðja að útskýra
af því ég veit alveg það ástæða fyrir því að hérna, hversu oft og mikið þú hefur talað það, hvers vegna það þér svona hugleikið? Já, þetta bara svo mikið grundvallaratriði fyrir að samfélagi virki. Það hérna, ef að þetta brestur þá bara virkar samfélagið ekki. Og þetta bara atriði sem að glemdist í setningu raforkulaganna, eins ótrúlega það við sáum ekki fyrir þetta geti gerst og við fórum að vekja málsósu fyrir 10 árum síðan að þegar við fórum í gegnum slæmt vatnsár. Þetta dúkkar allt upp þegar kemur slæmt vatnsár. Því að ef það ekki slæmt vatnsár þá eiginlega bara reddast þetta. En hérna slæmu vatnsárin koma og við erum að muna þau koma aftur. Og það sem ég hef kannski ágjörð af núna því við erum komin í gott vatnsár og þá svona róist fólk hvað voru þetta fólk að tala Nú er umfram orka, hvað þessi forstjóri Landsvirkjunar, hann var bara eitthvað ruglaður. Það bara var orkuskortur í fyrra og nú er orka, hvernig getur þetta staðist? En það gríðarlega mikilvægt að bregðast hratt við og þetta eru stórar spurningar sem við settum upp og fögnum því að stjórnvöld taka því og ég held að sjóslega mikilvægt líka að stjórnarandstaðan spili mikið með því þetta algjörlega sameiginlegir hagsmunir sem ætti að vera hafnar yfir pólitík og líka það sem ákvæmlega fyrir að taka núna þar hafa því miður Jóhann Páll eiginlega engin jákvæð áhrif á þessu kjörtímabili. Þú ert að redda ykkur fyrir næsta kjörtímabil og það næsta kjörtímabil sem ekkert rosalega vinsælli á stjórnvöldum. En það bara raunverulega fyrir okkur í Landsvirkjun þá algjörlega gríðarlega mikilvægt að við fáum aðstoð. Það bara hart sótt að okkur af sérstaklega samkeppniseftirlitinu og eftirlitsstofnun ESA sem að segja bara beint að samkeppnislög trompa orkuöryggissjónarmið og því þetta ekki stutt með lögum að þá hafa þau dálítið til sín máls. Við teljum okkar alveg vera innan ramma en þau keyra mjög hart á fyrirtæki núna með mörg mál í skoðun þar sem að þau eru bara að spyrja okkur akkur neyti þessum aðalum orku hafið rétt á því. Við segjum bara við eigum ekki orkuna. Þannig ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að stíga það inn að því að annars og endanum þá getur Landsvirkjun ekki haldið aftur af því að þetta gerist eins og Landsvirkjun gera og það virkilega þungir kraftar sem leggjast á okkur núna. Og einnig með orkuöflunina að þetta alltaf með ólíkindum þessi staða sem við komum okkur í hversu hægt gengur að komast áfram. Það alveg með ólíkindum ef þegar að Hvammsvirkjun þegar hún verður byggð gerir ykkur grein fyrir það þá það fyrsta vatnsaflsvirkjun sem fer ekki rammaáætlun byggð frá því að rammaáætlun var tekin í notkun. Var þetta markmiðið Var markmiðið að stoppa virkjanir? Var ekki markmiðið að ná sáttum virkjanir? Við verðum að staldra við og segja við verðum að ná þverpólitísk sátt og gera það sem að þjóðin vill. Jóhann Páll, þú ert hann. Já. Það má eiginlega segja það ég held að sé óskhyggja að halda að rammaáætlun geti skapað einhverja sátt virkjanir. Það sem rammaáætlun kannski og ætti að vera miklu frekar umgjörð utan átök og þá líka mjög mikilvægt að það sé pólitíkin sem ræður á endanum. Það ekki þannig að það sé sérfræðingahópurinn sem tekur loka ákvörðun. Það pólitíkin sem ræður og við þurfum líka að umgangast þannig rammaáætlun af ákveðnum sveigjanleika. Þetta ráðgefandi tól fyrir ráðherra og Alþingi og þess vegna skiptir gríðarlegu máli að við bindum rammaáætlun við orkuöflunarstefnu stjórnvalda. Að orkuöflunarstefna stjórnvalda skapi ákveðið svona akkeri þegar kemur að röðun virkjunarkosta vegna þess að annars verkefni stjórn rammaáætlunar bara í ákveðinni móðu. Ég fagna því ef það verður þverpólitísk samstaða sumt af því sem ég að leggja fram. Það kom mér mjög á óvart hvernig fór á síðasta þingi þar sem Sjálfstæðisflokkurinn fór í til dæmis málþóf gegn einföldun umhverfismats, fór í málþóf gegn afhúðun regluverks. Það kom mér mjög á óvart en ég vona bara að sú saga endurtaki sig ekki og að En þú verður samt að leggja eitthvað fram? Já, Guðrún, í þessari viku að fara í gegnum, það komið í gegnum ríkisstjórn og þingflokka frumvarp stórfellda einföldun á rammaáætlunar fyrirkomulaginu og svo að koma einföldunar frumvarp sem tvöfalt stærra heldur en það sem kom fram síðast og Hörður segir að þetta muni kannski ekki hafa áhrif á þessu kjörtímabili. Það margt þar sem mun vissulega hafa áhrif á þessu kjörtímabili. Til dæmis bara þegar kemur að jarðborunum. Að þurfi ekki alltaf að leita, að þurfi ekki alltaf að fá starfsleyfi fyrir hverju einustu framkvæmd. Markmiðið með þessum breytingum, það kannski hægt að summera það niður í þetta, að við viljum að það taki kannski ekki 15 ári að koma virkjunum á stað, heldur frekar 4 til 5 ár. Þannig það mun vissulega skipta máli á þessu kjörtímabili og til næstu.
Auður var á undarhörður, þannig að hérna, þú verður að, já. Já, bara svona að því að fólk að tala þessa þverpólitísku sátt þá vil ég fyrst minna á það að verkalýðshreyfingin auðvitað stærsti flokkurinn í landinu sem nær yfir hvað breiðasta bilið. Við erum með fólk frá öllum flokkum og náum alveg frá vinstri til hægri. Þannig að já, ef að stjórnmálaflokkar vilja afla sér fylgis þá mæli ég með að þið hlusti eftir hvaða stefnu Alþýðusambandið er að tala við að því að hún endurspeglar vilja mjög breiðs hóps en varðandi leyfisveitingaferli og fleira þá held ég að stjórnvöld ættu að flýta sér hægt líka hvað þetta varðar. Ég efa það ekki að það megi gera einhverja betrumbætur á ferli kringum leyfisveitingar og örugglega auka skilvirkni annars staðar í kerfinu varðandi ákvarðanatöku en við þurfum samt að það hefur verið samstaða rammaáætlun og já, við þurfum að passa þessa lýðræðislegu ferla og samráð og eins sama með að nú var Ragna að tala þessa markaði, við erum líka að passa okkur ekki þessari umræðu, að markaðir eiga að þjóna almenningi og þjóðinni, að markaðir ein og sér ekki bara, þeir delivera ekkert endilega einhverju frábæri niðurstöðu einir og sér, heldur þurfa þeir aðhald og regluverk og við þurfum að horfa á þessi ferli með þessum augum. Hörður var næstur. Ég alveg samanlega Jón, þegar þú klárar breytingar á lögum þá verður það hægt að byrja á einhverju en jákvæðu áhrifin sem kjósendum muni finna sem eru sem einhver jákvæðu áhrif á hagvöxt og skapa störf, það gerist ekki fyrir 3-4 mánuðum seinna þannig að þó að þessi losaðan hnúturinn sem er frábært að gera og ég styðji eindregið í og ég held að orkuöflunar viljinn sé alveg lykilatriði til þess að sé skýrt fyrir stjórnsýsluna hver áformin við séum það bara núna við bara úrskurðarnefnd umhverfis samkomumála, við séum í rammaáætlunni þegar fólk bara með efasemdum að þurfa orku sem er mjög sérstætt. En ég því fyrir sig betra, en raunveruleg áhrifin kom eftir 4-5 ár sem eru þá jákvæðara hagvöxt og lífskjör og tækifæri sem myndast. Guðrún? Já, takk. Mér langar bara aðeins að fá að minna á það og tala þá inn í fyrst að nefnda ASÍ sé orðið stjórnmálafl að fá að tala inn í það því að við höfum verið minnt á það alla rækilega núna á síðustu vikum á mikilvægi stóriðju í íslensku samfélagi. Þar sem að eins og Þóra rakti hér í upphafi, þar sem að það algjör stöðvun á Bakka, Elkem að draga saman þessi alvarlega bilun á Norðuráli og þetta á þeim skala að hver einasti Íslendingur mun finna fyrir því og sérstaklega ef það tekst ekki að koma Norðuráli af stað fyrir en eftir 12 mánuði eða svo. Þá munum við finna fyrir því svo alvarlega. Og ég vil líka fá að nefna á það að samkeppnisstaða okkar, hún hefur verið sterk á síðustu árum og áratugum. Væntanlega vegna þess að við höfum boðið upp á þessa orku og geta dregið fyrirtæki eins og stóriðinu hingað til Íslands. En það ekkert sjálfgefið og það gerist ekki af sjálfu sér. Og við skulum bara muna það hvert og eitt hér inni, það þarf að hafa fyrir því að samkeppnishæfni þjóðarinnar sé gott. Það verkefni sem að hvert og eitt okkar þarf að sinna á hverjum einasta degi. Og það það sem verkefni okkar, vegna þess að við getum ekki skapað þessa samkeppnishæfni nema að virka, búa til orku sem að síðan býr til útflutningstekjur, eykur hagvöxt, framþróun og byggir síðan undir velferðin okkar. Og ég ætla að fá að óska Landsvirkjun til hamingju á þessu 60 ára afmæli fyrir að hafa einmitt gert þetta, en síðan hefur bara orðið rof í allt of langan tíma, algjör kyrrstaða. Ég vona núna, það tókst að rjúfa þessa kyrrstu á síðasta kjörtímabili, ég vona svo innilega að ráðherra haldi áfram, en ég ætla bara að minna á það að ráðherra hefur ekki komið með neitt einasta frumvarp til þingsins en sem komið Þetta auðvitað bara ránt. Remit til dæmis, bara gríðarlega mikilvægur risastór pakki sem til þess fallinn að gera það fyrir markaðsmisnotkun og innherjaviðskipti á raforkumarkaði. Sem mjög mikilvægt að fá inn núna einmitt þegar staðan á orkumarkaði eins og hún Þetta ekki bara ekki neitt. Þetta mál til dæmis sem var stöðvað í ríkisstjórn á síðasta kjörtímabili. Sem þið komist ekki með í gegnum ríkisstjórn. Það komið inn núna. Þið náðuð að stöðva það á síðasta þingi, til hamingju með það. En ég vona að við getum bara spilað saman núna og komið þessu málum í lag og hegða okkur eins og fullorðið fólk.
Ég finn þverpólitísku samstöðun að vera myndast. Ragna, það náttúrulega, sko, það mikið talað aukna orkuvinnslu sem gott. Það hins vegar, sko, kannski þýðir lítið ef flutningskerfið ekki byggt upp samhliða og ég veit alveg þið hafi verið í svipuðu svona slönguspili og við með framkvæmdir. Sérðu fram á bjartari tíma í því eða breytta tíma í því? Já, nei. Bara þetta var svolítið heimilislegt að heyra ykkur svona tala þingmálin. Ég var svona, fekk alveg, heyrðu, þetta var bara, allt eins og á að vera. Já, sko, málið það bara, það ekkert einfalt að vera í sporum stjórnvalda. Ekki frekar en að það sé eitthvað einfalt að vera til dæmis flutningsfyrirtæki sem á að byggja upp línur og komið í svo kalla innviðaskuld. Ég bara reynda þoli geta orða því mér finnst einhvern veginn það svona gera, mér finnst að gera lítið úr okkur sjálfum að tala það en allt í lagi, við erum í þessari innviðaskuld. En málið það, við Íslendinga, við erum algjörið þrasarar. Okkur finnst bara svo gaman að þrasa og við erum líka svolítið skilningsríka hvert þrösurum. Þarna bara Bjartur í sumarhúsum kominn og ætla bara að fá sínu framgeng. Gott og vel, einföldun leyfisferla, en það bara samt ekkert einfalt og benda á það aftur að vera í stöðu stjórnvalda, þingmanna, sveitastjórna. Það bara fólk sem kýs þetta fólk og það fólk hefur sína meiningar og ekkert endilega til í að hafa, þótt að mér þykir nú háspennumennstu mjög falleg af ákveðnum ástæðum, að það vil kannski ekki hafa það fyrir utan dyrnar hjá sér. Það segir, einhvers staðar annars staðar en bara ekki hjá mér. Eða af hverju þetta að fara í gegnum mitt sveitafélag, mitt land, þegar notandinn einhvers staðar allt annars staðar. Og þetta hugsunarháttur sem var bara ekki fyrir 50 árum, þegar bændur sögðu bara, að rafaði að sveitina mína, bara versku og komiði til okkar og við skulum bara græja þetta, kannski einföldun, en við erum í annarri stöðu og þess vegna mikilvægt að við leggjumst á eitt að byggja upp orkuinnviðina og flutningskerfi. Þetta ekki bara ráðherra, þetta ekki bara þingmenn, þetta ekki bara stjórn og stjórnarandstaða, sveitafélög við í orkugerðum. Við verðum að leggjast á eitt. Og ég segi bara, erum við kannski bara svolítið meðvirk í þrasinu? Eigum við aðeins að fara að slá af því, samt alltaf að taka tillit til þess að það eru aðrir hagsmunir en okkar sem stöndum, en það sem þarf að gera það að byggja upp flutningskerfi, það mikið og stórt verkefni og ég tæpti aðeins á því í innganginum að sko við erum með langan lista, hann mjög langur. Og fólk verður bara hrætt þegar að sé hana lista vegna þess að það sé líka árafjöldan sem það á að taka að byggja allar þessar línur og það fyrir að reikna kostnaðinn og það verður bara, hugsa bara hvernig á þetta ganga. Við erum eins og ég sagði í byrjun að við erum að skoða þetta allt saman og við erum að athuga, hægt að gera þetta með vitulegum hætti þannig að samkeppnishæfnin sé bara hún haldist í góðu horfi og líka aftur, við setjum fram áætlanir þar sem við segjum, svona tekur 3 ár með þessa línu, svo tekur, ég veit ekki, ég ætla ekki að nefna Suðurnesjalínu 2, það mjög slæmt dæmi, en sporin hræða og við verðum að finna út úr þessu, við verðum að finna út úr betri ferlum, en ég held að við sem samfélag verðum líka bara aðeins að horfa í spegil og hugsa, hvað viljum við? Hörru, þú varst búin að rétta upp hand, já. Ég tek undir þess að Ragnar segir, ég held líka sko, beina til stjórnmálana sko, að svona í stærri málum þar sem fólk sammála, eins og til dæmis í orkumálum og orkuinnviðum, þá held ég að sé mjög breið sátt núna í þinginu og ég held að raun og veru hafi alltaf verið mjög mikill meirihluti fyrir orkumálunum. Þannig að ég held að það sé sko bara beina til stjórnmála og það örugglega fleiri mál svona þar sem að þið eruð ábyggilega 99% sammála í þinginu. Þá bara velja ykkur önnur mál til þess að til þess að rífast sko. Að því að ég skil vel að stjórnmálamenn þurfa sko aðgreina sig en svo líka var bara svo flott að stjórnmálamenn tækju bara ákveðin mál við erum sammála sem bara gera þessar grundvallarbreytingar og standa öll bak við það og megum öll eiga heiðurinn að því. Þurfum ekkert að segja hver ger ekki hvað og hver ger ekki hvað, bara eigum við öll saman, eins og við eigum Landsvirkjun öll saman. Mér langar í því framhaldi, já, hárrétt, af því að Ragnar myndist nú á það og Ríkar á sömuleiðis að þetta kemur nefnilega ekki af sjálfu sér, þetta gerist ekki sjálfu sér, samkeppnishæfnin verður ekki til, hún kemur ekki á himnum ofan, heldur búum við hana til. Og hann fór sérstaklega yfir það og Haukur sömuleiðis að
okkar samkeppnislönd, annars staðar í álfunni, það farið að niðurgreiða orkuvinnsluna og það verið að niðurgreiða iðnaðinn og það verið að niðurgreiða raforkuverð til almennings. Hvaða leiðir hafa Íslendingar til þess að viðhalda sinni samkeppnishæfni, af því að ég nú ekki viss að við höfum efni á allri þessari niðurgreiðslu, til þess að halda í stórnotendur, til þess að almenningur sé sáttur, til þess að það sé ráðist í frekar orkuvinnslu. Hvaða leiðir höfum við til þess að halda samkeppnishæfninni? Jóhann, ef þú myndir byrja. Já, sko, til þess að viðhalda samkeppnishæfni þá þurfum við að halda áfram að byggja til dæmis upp sterkt flutningskerfi og eitthvað mun það kosta og þá þurfum við að gera það viturlega þannig að öllum kostnaðinu sé ekki dempt rakleiðis yfir á notendur. En svo þetta orkuframboði sem skiptir gríðarlegu máli og þetta það sem við fundum þegar í vinnunni vegna stöðunar á Bakka þegar við fórum út og vorum að tala við fjárfesta og fyrirtæki að það sem fólki fannst vanta var að það hefur ekki verið mótuð skýr stefna orkuöflun á Íslandi. Það vantar skýran orkuöflunar vilja frá stjórnvöldum. Og þess vegna erum við einmitt að setja atvinnustefnu og móta þessa raforkuframleiðslu stefnu sem mun skipta gríðarlegu máli til að skapa þennan fyrirsjáanleika og þá líka halda niðri raforkuverði til framtíðar, halda því samkeppnishæfu. Svo höfum við auðvitað ýmis önnur tæki í gegnum stuðningskerfi ríkisins og skattkerfi til þess að styðja við samkeppnishæfni. En ég meina, hér hefur verið talað mikið um tvískiptingu markaða og svoleiðis. Og í grunninn engin svoleiðis tvískipting skrifuð inn í raforkulögin. Það sem hefur hins vegar tíðkast hingað til að það á svona eiginleg tvískipting sér stað í gegnum viðskiptaskilmála við stóriðjuna. Það sem gerð krafa notkun á tilteknum stað, að endursala orkunnar sé ekki leyfileg nema með heimild beggja aðila, þannig að það eru ákveðin svona tæki og með langtíma samningum við stórnotendur sem hafa tryggt þessa samkeppnishæfni og við þurfum að fara mjög varlega og hugsa mjög vel hvernig við ætlum til dæmis að halda áfram að innleiða reglur frá Evrópusambandinu, hvernig við getum aðlagað þau að þessum sérstöku aðstæðum á Íslandi. Það er ekkert raforkukerfi annað sem þannig að tveir stærstu stórnotendurnir hvor sig að taka til sín jafn mikla orku og allur almenni markaðurinn. Þannig þetta er bara grundvalla breyta sem við verðum að hafa í huga þegar við erum að setja lög og reglur á raforkumarkaði. Og þegar kemur að svona framboðsskyldu og svoleiðis þá eru þetta ákveðin sjónarmið sem takast á. Því við viljum tryggja fyrirsjáanleika og verðstöðuleika fyrir almenning. Við viljum líka halda í svona verðmerki og tryggja þennan markaðsmekanisma sem getur ýtt undir aukna framleiðslu og þá sveigjanlega notkun og orku nýtni, þannig að þetta er ákveðin svona jafnvægislist. En ég hlakka til að koma inn með þetta frumvarp, ef ekki á þessu löggjafarþingi þá á því næsta, vegna þess að við þurfum að vanda okkur. Því þetta eru gríðarlega almannagæði sem við höfum byggt upp saman og við ætlum ekki að raska þeim. Nei, gallinn kannski við verðmerkin á svona markaði er að þegar verðið hækkar, af því að það er ekkert framboð, þá þurfum að bíða 10-15 ára eftir því að fá meira inn á kerfið. Hörður, þú varst að þú vildi svara þessu? Já, kannski ekki svara, bara bæta við, bara varandi samkeppnishæfnina, það er líka alveg gríðarlega mikilvægt þess að Ríkharður kom inn á, það er það að við komumst í hagkvæma virkjanakosti. Það er ekki allt vatnsafl sem er hagkvæmt að virkja á Íslandi. Við getum ekki framleitt orkuna á verði sem við getum selt hana á. Ekki allur jarðvarmi getum við heldur gert þessu súla sem Ríkharður sýndi. Þannig að mjög mikilvægt að við komumst í hagkvæma kosti í vatnsafli, jarðvarma og vind og landi og við byggjum þetta upp í hagkvæma meiningum. Því að leiðu við verðum ekki sanngjarnisar, þá munum við finna fyrir því að þá munum stórnotendur ekki koma og jafnvel einhverjir fara. Sem að sjálfsögðu mun gerast á endanum, við munum muna það líka að verksmiðjur sem eru byggðar, það munum loka, en við viljum endilega halda það með eins lengi og hægt er. En svo bara sjá, kannski eins og heldur samkeppnislönd okkar í til dæmis Noregur, sem að hefur verið svona, það land sem við borðað okkur mikið saman núna, þeir eru núna farnir sem það niðurgreiða raforku til álvera og kísilvera svona 50%. Þeir gera þetta í gegnum mjög sérstakan mekanisma og þetta lætur ESA óátalið. Þetta er sagt að þetta sé CO2 áhrif, en það er ekki CO2 áhrif á raforkuverði í Norður-Noregi, en við erum að keppa við gríðarlega mikla niðurgreiðslur. Og ég tek algjörlega undir það sem kom frá Ríkharði líka, Ísland getur ekki farið út í niðurgreiðslur. Það sem er mjög sérstakt í íslenska raforkukerfinu,
allt sem var lýst hérna og allt sem að fólk ánægt með og markaðurinn hefur gengið rosa vel og þess vegna hefur samkeppniseftirlitið svona mikla áhyggjur af þessu. Þetta er gengið svo rosalega vel og mesti kaupmáttur, eina varan sem er besta kaupmátt í heimi, að þá er samkeppnin gríðarlega hörð. Og þannig við þurfum að halda vel á spil og við þurfum líka bara sem við rekum orkufyrirtækin, við þurfum að sætta okkur við lág arðsemi. Arðsemi orkugeirans, raforkugeirans, hún er lág og verður lág sem hlutfall eignum. En það sem við höfum svona móti að eignirnar lifa næstu endalaust, bara eins og Búrfellsvirkjun sem er orðin 60 ára gömul, alveg svo ný, en hún er löngu orðin afskrifuð. Þannig að þetta eru góðar fjárfestingar en við verðum að hafa mikla þolinmæði. Guðrún, þú bestum orðið. Já, takk. Mér langar nú aðeins að fá að nefna hér að það hlýtur að vera að haldast hönd í hönd framboð og eftirspurn, lögmál markaðarins, og þá skiptir auðvitað bara öllu máli að búa til orku og að stjórnmálamenn að við búum til þennan farveg að það sé hægt að fara inn í þessi verkefni og þá eins og Hörður segir þurfum við að fara í hagkvæma kosti. Við höfum byggt upp og eins og kom fram í erindi Hauks hérna áðan að ég vil fá að ítreka það að það má kalla það niðurgreiðslu til almennings þegar að til dæmis Búrfellsvirkjun er byggð að við dróum hingað stjóriðu af þessum skala sem var þess valdandi við gátum fara að framleiða rafmagn í þessu magni sem raunin varð. Og það aftur á móti bjó síðan til alveg stórkostleg lífskjör fyrir alla þjóðina. Þannig að við hefum getað byggt flutningsnet, jú við þurfum að bæta það og það eru miklar fjárfestingar og þá spyr maður sig líka, er eðlilegt að afskrifa svona stórt mannvirki að það sé ein kynslóð sem á að bera kostnaðana því eða ekki, þegar að framkvæmdin að hún er að skila þessum ábata í áratugi. En fyrst og síðast þurfum við að búa til orku og ég tek undir með Herði hér að mér hugnast ekki að fara að niðurgreiða orkuna, en við eigum að búa til orku hér með hagkvæma hætti. Og svo bara svo ég fá að skjóta inn þeirri skoði minni að þá finnst mér líka að heimilin eiga ekki að þurfa að berjast orkuna við stóriðjuna á Íslandi. Það er bara ójafn leikur. Skýrt svarið því, Ragnar, af því að það er mitt verið að ræða uppbyggingu flutningskerfisins og hluti af og það sem að ráðherra nefndi það að kostnaðurinn við uppbygginguna megi ekki fara rakleitt til svo notendana. Hluta af samkeppnishæfninni er raforkuverðið og hluta af raforkuverðinni er flutningsgjöldin. Hvernig höldum við þeim niðri og á samkeppnishæfu stigi? Já, við erum mjög vel vakandi fyrir því í Landsneti eins og ég er búin að koma inn á áður og auðvitað hugsum við það að halda okkar samkeppnishæfni og allar gjaldskrárhækkanir eru mjög sársaukafullar. Það er bara þannig. Þannig að eigandi okkar hefur það auðvitað svona ákveði í hendi sér, allar eigandinn að, ég veit ekki, láta kröfum arðgreiðslur, ég held ekki og ég er ekki viss að það sé mjög vitulegt en við erum nú fyrirtæki ríkiseigu, erum í þessari stöðu, er hægt að fjármagna uppbyggingu, flutnings- og dreifikerfis með einhverjum öðrum hætti, með einhverju öðru fjármagni. Þetta er alltaf eitthvað sem er algjörlega órætt og óráðið. En fyrst og fremst er það að við setjum fram skynsamlegar áætlanir það sem við sjáum fært að gera og verðum þá gagnsæ með það og ef það er eitthvað sem að stjórnvöldum eða eiganda okkar eða fólki hugnast ekki, þá þurfum við að ræða eru aðra leiðir. Því að það þýðir ekkert að klippa hér fæturnar undan flutningsfyrirtækinu, Landsneti. Það þýðir ekkert að fara að veikja okkar rekstur og fjárhag. Það leysir bara nákvæmlega engan vanda. Þannig en þetta er samtal sem þarf að eiga sér stað og við þurfum, eins og ég segi, Landsnet þarf að vera gagnsætt með sína fyrirætlanir og hvernig við sjáum hlutin og það er það sem við erum að vinna í. Takk fyrir það. Ég átta mig á því að klukkan var 5 mínútur yfir. Komið bara að lokum hjá okkur, en af því að Haukur skildi eftir svo skýrar spurningar í loksins erindis, þá langar mig kannski bara, að þú veist, ég veit að það er ekki upp á vegg, ég skal lesa það fyrir ykkur. Við fyrir bara lína, þetta er bara já eða nei spurningar. Á hæstbjóðandi að fá orkuna alltaf? Já eða nei? Auður? Nei. Nei? Nei, ekki alltaf. Ekki alltaf. Ég held ég þurfi ekki að svara.
þoli ekki svona já en nei spurningar. Ég veit það. Það nokkuð. Og hvað? Nei, Já, það nokkuð. Hún sagði nei. Eiga heimili og stórnotendur að keppa raforku á sama markaði. Það var hinn spurningin sem hann skildi hér eftir. Og hann fara hinn að leiðina tilbaka? Augljóslega, þá lítum við á þessa hópa mismunandi augum. Þannig að, já, svarið lítur þá að vera nei, en ég veit ekki alveg hvað það þýðir samt. Nei, ég held að það var ekki til hagsbóta hvorki fyrir almenning nýja stórnotendur. Þau eru farin að víla eitthvað á díla. Guðrún var búin að segja nei, en þú mátt alveg segja nei aftur. Var ég ekki búin að svara á það? Jú, þú varst búin að svara á þann. Það svar stendur. Já, akkurat. Það er ekkert breyst í millitíðinni. Það er gott að vita. Millitíðinni þó að hann hafi hvíslað mér en Jóhann Páll hérna. Já, nei, sko, við erum á einum og sama markaði samkvæmt raforku lögum, en við eigum að búa til sérstaklega mekanisma til að verja almenna notendur, þannig að það verði ekki undir í samkeppni við stórnotendur. Ég bara segja að ég er bara mjög ánægð með þessa samstöðu sem var að myndast hér í lokin, þannig ég segi bara að teka undir með þeim sem hér á að tala, það segi bara nei. Þá langum við að þakka ykkur innilega fyrir að vera með okkur. Frábærar umræður.